Góðan daginn, kæru frumkvöðlar, það segir þið gott. Ég með hérna frábæran gest í dag, hann Sigrúnu, og það skemmtilega að ég nú búinn að fylgjast með Sigrúnu aðeins núna undanförnu í gegnum podcastin hennar og hef mjög gaman af, enda hún mjög fær á sínu sviði og líklega eins og færasta bara í Evrópu. En Sigrún sem sagt manna fremst í því að hjálpa konum í Evrópu sem að byggja upp svona þekkingarfyrirtæki á netinu. Sigrún, velkomin. Takk fyrir, það gaman að vera hérna með þér, Haukur. Já, gaman að fá þig. Þú getur kannski sagt okkur bara aðeins frá svona hvað það sem þú gerir og kynntir svona aðeins kannski til leiks. Já, það svolítið merkilegt því að foreldrar mínir alltaf pæli, hvað gerir ég eiginlega? Já, ég hjálpa konum og það eru nokkri karlmenn líka hjá mér. Ég hjálpa þeim að taka þekkinguna sem þeir hafa og búa úr því peninga á netinu og þetta allt þjónusta. En ekki þjónusta þar sem þú ert að vinna á tíman, heldur pakkar þessu í námskeið, hópnámskeið eða eitthvað sem við köllum mastermind líka. Svo þetta allt bara svona frá því að rukka fyrir tíman upp í það að hafa 50, 200, 2000 manns á námskeiði með þér á netinu. Já. Og þetta það sem að hjálpa konum og nokkrum karlmennum líka að gera. Já, frábært. Ég sjálfur kynnt mér þetta nokkuð mikið og svona fyrst þegar maður byrjar að kynna sér þetta þá áttar maður sig ekki á hvað þetta rosalega stór iðnaður bara í heiminum og hvað mikið tækifæri þarna. Og ég sérstaklega hrifinn af þessu út af því þetta eitt af þessum verkfæri sem fólk getur notað til þess að búa til líf sem að búið til það líf sem það dreymir sko. Að það getur notað þetta og stýrt í nákvæmlega hvernig það vill vinna, sko. Hvar það vill vinna, hvernig það vill vinna, á hvaða tímum og þú getur bara byggt upp rekstur í kringum þitt draumalíf. Það var akkurat það sem ég gerði fyrir rúmum 6 árum. Ég hafði verið framkvæmdastjóri í 10 ár, fyrst hjá fyrirtækjum á Íslandi, var fyrstur í Tæknival og framkvæmdastjóri Inn og Eskils og svona nokkra fyrirtækja þangað til að ég flutti til Sviss og var síðan framkvæmdastjóri þar. 2 fyrirtækjum, meðal annars Mentor í Sviss, íslenska Mentor í Sviss. En ég var veik í 7 mánuði. Ég fekk verki í hnakkan og eyrun og svona og þetta var bara að hluta til vinnuálagi og svo kannski ekki sitt ég rétt við borðið en ég var líka með slæma vinnuaðstöðu. Og þetta hafði þær afleiðingar að bara líkaminn sagði nei, en hausinn var á fullu. Og það var svolítið erfitt tímabil því að mér langaði að gera svo margt, ég fekk svo margar hugmyndir og upp úr þessu fór ég alvarlega að hugsa mitt eigið fyrirtæki. Ég var búin að vera að reka fyrirtæki fyrir aðra í 10 ár og hjálpa þeim að búa til meiri verðmæti og jafnvel selja fyrirtækin sín og græða heilmikið á því. En ég sem framkvæmdastjóri, ég hafði ágætt laun, en ég var ekkert á einum svakalegum bónusum eða fékk engin hlutabréf eða neitt svoleiðis. Og ég sagði, það er kominn tími til að ég njóti góðs af minni eigin þekkingu fyrir mig sjálfa og byggja upp mín eigin verðmæti. En ég vissi ekki hvað það átti að vera. Ég vissi bara að það átti að vera eitthvað sem styddi mig við heilsuna, geti unnið heima frá mér. Ég var búin að kynnast því. Þegar ég var framkvæmdastjóri fyrir Mentor í Sviss, þá vann ég heima frá mér og það var 1,5 ár og það er ekki aftur horfið þegar maður byrjar á því. Jafnvel fyrir fólk sem er mjög félagslynt eins og ég og extrovert, eins og maður heitir, ég veit ekki hvað kallað íslensku extrovert, að ég bara fann að þetta var það sem ég vildi. Ég vildi vinna heima hjá mér. Ég strax fór og keypti mér rosafínan skrifborðsstól, ég keypti mér upphækkanlegt borð, ég keypti mér vinnuaðstöðuna sem að ég vissi að ég þyrfti til þess að verða ekki veik aftur. En þá fór ég á svona, kannski eins og þú ert kannski að gangi gegnum sjálfur, ég fór svona að fylgjast með fólki og sjá alla möguleikana og ég sá bara, wow! Og þetta fyrir svona 7 árum síðan og ég sá bara að það nýr heimur opnaðist fyrir mér. Þú getur unnið hvar sem er, hvenær sem er og búið bara til þitt svona lífstílsbusiness og ég segi, ég vil þetta, en þá þú veist, hvað er það? Hver er hugmyndin?
og ég var alltaf að leita henni, hélt hún kæm bara í sturtunni eða ég var út að ganga eða eitthvað, en það kom ekkert og þú verður vel að bara byrja. Og ég byrjaði á þeirri hugmynd að selja íslenskar hönnunarvörur á netinu. Og því mér fannst þetta þyrfti að vera í svona e-commerce, svona online shop. Ég hélt að það væri kannski málið. Og ég held líka að flestir hugsa með þannig þegar hugsa svona online business eða eitthvað svoleiðis, að þeir hugsa bara einhverju vefverslun. Það svona svona fyrsta skrefið. Já, og ég líka. Ég fór að hugsa vefverslun og ég fór að setja upp Shopify. Þetta var svona bara pröfukeysla. Það var ekki hægt að kaupa neitt ennþá, en ég fór á Hönnunarmars og talaði við hönnuði og ég tók viðtal við nokkra sem voru í útflutningi, meðan annars í Glow Indie sem ekki til lengur. Og ég talaði líka við Geysir og svo ég var svona bara að pæla hvað ég geti gert. En það runna með 2 grímur því ég fór að hugsa flutningskostnað, skilavandamál, einhver vill skila vöruna því líkar hún ekki eða vill annað stærð og ég fór að hugsa hvað þetta yrði flókið frá Íslandi að reka slíkt fyrirtæki og ég veit að það gera það einhverjir en ég fór allt í henni bara, nei, þetta ekki það sem ég sá fyrir mér. Og ég, svona eftir nokkra mánuði, en ég held að þetta verið mjög góð æfing. Þetta var frábær æfing í því að þú getur prófað þig, þetta kostaði mig ekki mikið, ég var með pröfu aðgang að Shopify, einn einhverjum tíma ég að tala við fólk, en það aldrei tapað. Og ég held að þetta hjálpa mjög mikið að finna, þetta ekki það sem ég vil og ég hafði ekki sett neitt mikla peninga í þetta. Nei, og það líka eins og nefnir með að fólk ofta að leita að sinni fullkomnu hugmynd og það mjög erfitt að finna einhverja fullkomnu hugmynd. Málega bara að byrja þetta eins og þú gerðir og þá finnur maður bara út hvað virkar og hvað ekki og þá pivotar maður aðeins til og finnur sinn rétta farveg. En það eitt sem mjög áhugavert í þessari frásögninni út af því að það eitthvað sem ég hef séð mikið verið að sjá sérstaklega núna út af því að í rauninni það sem var til þess að þú fórst út af þín eigin rekstur var eitthvað erfitt tímabil í lífið þínu. Og ég sjálfur, ég byrjaði að kenna stofnun og rekstur fyrirtæki eftir hrunið og það var rosalega áhugavert tímabil á Íslandi út af því að frumkvöðla heimurinn og startup heimurinn var til þá á Íslandi. Að út af því allir voru að missa vinnu og það kom eitthvað, út af því það að missa vinnuna sína að lenda í einhvern aðstæðan, þetta mjög erfitt og tekur mikið á fólk. Þannig að þá allt í einu fer fólk að horfa á heiminn með öðrum augum og fer aðeins út fyrir stægjandasvæðið sitt og þá átt verða til góða hlutir. Ég sjálfur lendi líka í kulnun á sínu tíma fyrir nokkrum árum síðan og það var til þess að ég endurskoðaði alla mína forgangsröðun og fyrir vikið náði ég að búa til miklu betra líf. Þannig að stundum þegar maður gengur í gegnum erfið tímabil, eins og kannski þau sem eru í gangi núna hjá mörgum, út af því að COVID búið að koma mjög illa fyrir mjög marga aðila og ég veit að það eru margir sem eru að þjást þarna út af því. En á sama tíma þá gæti þetta líka verið tækifæri fyrir þá til þess að finna eitthvað nýtt, kannski fara út í einn rekstur eða breyta þeim rekstur sem þau eru með eða gera eitthvað öðruvísi heldur en það hafi verið að gera. Algjörlega, og ég varð ekki bara veik í 7 mánuði, ég misti vinnuna 2 á 2 árum. Þannig að ef einhver var að leita að hvað heitir það, frá umheiminum merki að ég ætti að gera eitthvað annað, þá tók ég það mjög alvarlega. Já. Og ég held að þetta sé frábært tækifæri en fyrirtæki sem eru stofnuð á tímum í eins og þessum geta borið sig miklu betur heldur en fyrirtæki sem eru stofnuð þegar allt á blúsandi uppleið. Það er erfiðara að viðhalda að því. En ég sá að búa til svona online shop var ekki fyrir mig. Nei. Og ég held að það var svona síðasta hálmstráið sem hjálpaði mér við ákvörðunar að ég notaði Google Keywords og leitaði svona, þú veist, online shop, Icelandic Design Online eða eitthvað svoleiðis. Ég sagði, hvað myndi fólk vera að leita að til að koma á þessa verslun sem ég var að hugsa að byggja upp? Leitarorðin voru líka 30 mánuði eitthvað, það var svo lítið, ég alveg bara, það lifir enginn af því. Þannig að ég var búin að missa áhugann, en þetta var svona síðasta hálmstráið til að segja, þetta er ekki góð hugmynd, hvort sem ég langar að gera þetta ekki. Þannig að það var svona góð tilfinning að vita það frá utanfrá sér líka. Já. En svo hélt ég áfram að bara prófa mig áfram og það hjálpaði að vera í umheiminum, vera í kringum fólk sem voru að gera þessa hluti og líka pröfa sig áfram
og segja Sigrún, þarna námskeið og þarna einhver að gera þetta og þessi þetta leitandi tímabil kann að vera svolítið, maður kann að vera svolítið óþreyjufullur því maður finnst eins og sé eitthvað almanni, maður sé ekki búin að finna út úr þessu, en þetta ekki tímabil sem ég sé eftir. Reyndar í dag hjálpa ég fólki að fara í gegnum þetta hraðar, því að það ýmislegt sem þú getur gert til að bara komast fljótt í gegnum þessa tilraunir þínar að finna út hvað þú vilt. En ég skráði mig eitthvað online námskeið og þá einhvern veginn bara kviknaði ljós, þetta það sem ég fara að gera. Og svona 2 mánuðum seinna þá gat ég virkilega byrjað og janúar 2014 þá var ég komin með MailChimp og búin að skrifa nokkra bloggposta. Ég var ekki með neina tekjur ennþá, en ég var komin með hugmynd og það er bók sem að mér finnst passar mjög vel við þetta sem ég gegnum, Alkemistinn frá Paulo Coelho. Alveg, mjög góð bók. Þú leitar að fjársjóðunum út allan heim, þú heldur alltaf að einhverja frábæra hugmyndir sem þú bara eigi eftir að uppgöta, en í staðinn þarftu bara að leita innra með þér og finna hvað kann ég, hvað get ég, hvað er auðvelt fyrir mig að gera. Og ég var farin að hjálpa fólki í Facebook-hópum út allan heim, með alls konar svona bara hjálpa þeim að byggja upp fyrirtæki og ég á mjög auðvelt með tækni. Ég er með gráði tölvunfræði líka og ég var að reka tölvufyrirtæki og hef bara alltaf, þú veist, ég les aldrei leiðbeiningar, ég fer bara að nota eitthvað, ég finn út úr þessu. Já, íslenska leiðin. Allt Zoom. Og þannig að það byrjaði svolítið í tækninni fyrst að ég var að hjálpa, en ég vissi að ég ætlaði ekki að vera föst í því. Það er svolítið hættulegt að vera föstur í svona einföldu hlutunum. Þannig að ég færði mig fljótt yfir meira strategíu og endanum það líka bara hvað er í gangi í heilanum á þér, því að ef hann er ekki í lagi þá kemst ekkert áfram heldur. Nei. En ég setti hnapp á vefsíðuna mína í mars 2014, 1 klukkutími í ráðgjöf, $180. Það voru dagar sem ég hugsaði hvað ég ætti að verðleggja tímann mína á og hvort ég ætti að setja hnappinn upp og allt þetta. En ég loksins gerði það og 27. mars 2014 kom einhver og keypti og ég bara, wow, þetta er að virka. Og ég var ekki einu sinni búin að búa til námskeið eða neitt. Þetta var bara svona, þú veist, þú voru að prófa eitthvað og þetta er í rauninni svo auðvelt. En samt, ég sá að allir þessi tími sem ég hafði varið í Facebook-hópum áður, hjálpandi fólki í frítt, það kom tilbaka og bara jafnvel mánuðum og árum seinna. Svo þú getur líka byrjað þannig að prófa hvað fólk vill fá frá þér með því bara hjálpa frítt. Já, og mér hefur fundist það oft vera bara besta leiðin til að byrja hlutina. Ég byrjaði sjálfur að kenna stofnun fyrirtæki eftir hrunið, þá gerði ég það frítt, það var bara sjálfboðastarf og ég var bara að hjálpa fólki að skapa sín eigin störf, sko. Þannig að alveg ótrúlegt hvað getur oft komið gott af því að hjálpa öðrum. En þannig að í rauninni þitt fyrsta skref í svona online business eða svona reka svona þekkingarfyrirtæki var náttúrulega bara það að setja bara hnappinn á vefsíðuna og bjóða fólki að fá ráðgjöf hjá þér. Það var í rauninni upphafið af þessu öllu. Það var fyrsta skrefið en þetta er svo erfitt þegar þú ferð að byrja undir eigin nafni eins og þú veist sjálfur. Ég þekki það. Ég áður en að ég sett upp fyrsta bloggpostið minn þá skipti ég þema á WordPress 5 sinnum. En svo var ég svo bara, Sigrún, hættu þessari vitleysu. og þannig, better done than perfect. Það er betra bara að koma og hafa hlutina hálfkláraða að þér finnst. Þeir eru fullkláraðir að öðrum finnst og bara byrja. Og þessi auðvitað byggir ekki upp fyrirtæki á að selja klukkutíma hér og þar. En það er bara góð leið til að byrja. Og það var ekki fyrir 6 mánuðin seinna að ég fór að bjóða bara upp á ráðgjöf að pakka. Þá var það 6 stundir í pakka fyrir $1,500 og svo voru svo margir sem bókuðu það að þá fór ég að hafa 12 stundir í pakka fyrir $3,000 og ég byrjaði með 0 í upphafi árs.
í lok árs var ég komin með $74,000 í tekjur. Og mest af tekjunum kom í síðustu 3 mánuðina þegar ég fattaði hvernig þetta allt virkaði. Ég var búin að sjá hvernig þetta virkaði, ég var meira sem búin að taka námskeið, en þetta einhvern veginn var ekki komin alveg svona inn í systemið, hvernig þetta virkaði allt. Og ég bara sá ljósið og ég fattaði líka, ég var að gera svo mikið frítt, ég byrjaði að gera svona webinar mitt árið frítt og þannig byggði ég upp tölvupóstlista minn og það voru komin 1500 manns á listan. Ég var ekki búin að bjóða þeim neitt. Þannig að það svona, ég sé þetta hjá mínu viðskiptavinum, þetta oft þessar hindranir sem eru bara í hausnum á manni. Þú veist, hvernig verðleiki þjónustuna mína? Vefsíða mín nógu tilbúin? Ég segi meira sem viðskiptavin minn í dag, ef þú ert að byrja, þú ert enga vefsíðu. Þú þarft ekki vefsíðu til að byrja á netinu. Eina sem þú gerir að kaupa þér svona landing page software, svona lendingarsíðu. Þú þarf bara svona eina síðu, ekki WordPress. WordPress svolítið flókið fyrir þá sem eru að byrja. Þú þarft svolítið bara önnur og einfaldari tól og þú þarft bara að safna á tölvupóstlistan og bjóða fólki þjónustu. Verð ekki hræddur við að segja hvað þú ert að selja. Og loksins fór ég að gera það og ég var búin að byggja upp náttúrulega mikið góðvilja hjá fólki sem ég var búin að bjóða alls konar fría ráðgjöf. Þannig að á 3 síðustu mánuðum þá kom bara mest allar tekjurnar inn í 3 mánuði. Ég var fullbókuð, fullbókaður á netinu svolítið öðruvísi heldur en kannski ég held í heiminum sem eru utan online. Að hafa 10 viðskiptavini á sama tíma bara meira en nóg. Því að mikill tími í markaðssetningu. Mesti tíminn fer í að búa til bloggpost eða podcast eða vídeo þannig að fleira fólk finni þig. Þannig að fólki sem finnur þig, þú ert ekki að vinna 5 tíma í viku að veita þjónustu. Þannig að ég ákvað mjög fljótlega að veita bara ráðgjöf á mánudögum og þriðjudögum. Á miðvikudögum var ég að gera mitt webinar, þannig að ég var búin að auglýsa hvað ég var að fara að kenna, en ég var ekki búin að búa það til. Ég bjóð það til fyrir daginn, kenndi það kvöldið. Á fimmtudögum var ég að tala við fólk kannski sem hefði áhuga á að vinna með mér eða fara í viðtal einhvers staðar. Og föstudagur var nú alltaf hugmyndin fyrir að skrifa bók. Hún hefur ekki orðið til ennþá því ég hef alltaf fæst nýjar hugmyndir. En ég kom strax með svona system. Ég kom bara með kerfi hvernig ég nýtt. Og ég prófaði að hafa 13 viðskiptavinni, það var mikið og 10 var bara alveg kjörið. En ég meina með 10 viðskiptavinnum á viku var ég samt með tekjur upp á $25,000 á mánuði. Já, það alveg magnað. Og þú stýrðir þessu öll sjálf og varst búin að bara móta þetta eins og þú vildir hafa þetta. Algjörlega, já. Það alveg magnað. Og síðan fór ég að sjá, ég hafði verið framkvæmdastjóri hjá veffyrirtæki 2004. Og gekk rosa vel, það var fyrirtæki sem hafði verið í taprekstri 7 ár og ég sneri við á nokkrum mánuðum og svo byggði ég það upp þannig að ég tvöfaldaði virði fyrirtækisins áður en eigendur seldu. En það sem ég lærði þar, sem kom mér svo vel því ég fór að byggja upp mitt eigið fyrirtæki var eina leiðin fyrir mig að fá meiri tekjur í þessu veffyrirtæki var að ráða fleiri forritara. Og ég sagði, ég ætla ekki að reka fyrirtæki eins og þetta. Ég vil geta byggt upp stórt fyrirtæki án þess að alltaf ráða fleira og fleira fólk. Já. Og ég fór að segja, hvað get ég gert? Því að greinilega ég að veita einstaklingsráðgjöf ekki mjög skalanlegt. Þannig að ég var svona fljótari heldur en margir sem að ég sá vera að gera svipaða hluti og líka þegar ég fæ viðskiptavini til mín. Þeir eru margir fastir í þessu. Að veita einstaklingsráðgjöf og svo þeir komnir með kannski 10 viðskiptin og bara veit ekki hvað þeir eru að gera næst til að láta fara að hafa meiri tekjur. Þannig ég byrjaði með hópa 2015 og til að byrja með var ég með það samhliða, hópa og einstaklingsþjónustu og ég byrjaði með hópa af 6 manns og áður nú getur farið að hafa hóp námskeið þá þarftu náttúrulega að hafa einhvað kerfi sem þú ert að kenna. Í einstaklingsráðgjöf getur þú bara
gert það sem fólk biður en þegar þú ert komið hópnámskeið verður að hafa eitthvað sem þú ert svona að kenna og ég byrjaði á því að kenna fólki að gera og það eiginlega það sem ég hef svona sérhæft mig svolítið í launching sem markaðsherferð á netinu. Já. Og það það sem ég kenni inn í öllum mínum kerfum. Það kannski ekki út af við allir sem vita að ég gera þetta, en svona inn í öllum mínum námskeiðum þetta það sem að hjálpa fólki við. Þetta það sem það þekkir ekki nógu vel. Hvernig ferðu í markaðsherferð á netinu? Og það ekki markaðsherferð eins og fyrir Ísland eða eitthvað svoleiðis. Við erum að tala markaðsherferð fyrir eitthvað námskeið. Og hvernig selurðu án þess að námskeið sé til? Því ég ger það alltaf. Ég bý ekki til neitt án þess að ég hef selt það fyrst. Já. Og þannig ég byrjaði með 6 manns í hóp og það gekk svo vel að það voru strax 2 hópar af 6 manns og nafnið á námskeiðinu var Launch with Passion sem passaði við þetta sko, taktu þína ástríðu og breytt henni í fyrirtæki og ég var að kenna fólki, sumir voru að fara í markaðsherferð fyrir bók, ein var að fara í markaðsherferð fyrir hlaðvarp sem hún var að byrja með, annar var með námskeið, annar var með hópnámskeið, fólk var með mismunandi hluti, en það var ljóst að fólk myndi ekki vita af því sem þau væri að gera, nema þau færi einhvers konar markaðsherferð. En þær eru eins misjafnar eins og það margar, það fer alveg eftir bæði manneskinn sem að fara í með herferðina, kúnunum sem eiga að kaupa og svo hvað þú ert með. Og þetta gekk svo vel, en það sem skemmtilegast sem mér fannst var samspilið af fólkinu þegar við vorum að hafa svona Zoom-fundi, eins og allir þekkja núna, nú það ekki allir Zoom, maður getur talað þetta bara eins og venjulega hlut, áður vissi enginn hvað Zoom var, en við hittust á Zoom, við byrjum reyndar á Google Hangout, því að Zoom var ekki komin á radarinn ennþá, og það fannst mér skemmtilegast, og það var það sem ég kalla mastermind, þegar þú ert með hópa fólki sem hefur svona sameiginlegar hugmyndir hvaða árangri það vill ná. Það að vinna í svona svipuðum hugleiðingum, eins og allar þessar konur sem voru á námskeiðinu mínu, og það var einn maður líka, eru öll svona með þekkingafyrirtæki á netinu og vildu ná árangri og vildu gera þetta hratt. Og ég hafði meiri áhuga á því heldur en námskeiðshlutanum í þessu sem ég var að gera. Já. Þannig upp úr því fór ég að búa til svona mastermind hópa og þá þarf ekki að vera með neitt efni. Þú þarf bara að fá rétt fólk saman. Þannig að ég var með mismunandi þrep. Ert þú að byrja í online business? Ertu komið með þessar tekjur? Ertu komið með þessar tekjur? Já. Og í dag er ég með hópa frá 0 og upp í þá sem eru með 100 milljónir í tekjur. Ég er með 4 þrep hjá mér. Og 2 efstu þrepin er svona það sem ég kalla alvöru mastermind. Það sem að fólk er komið það langt í fyrirtækinu sínu að það er ekki beint að leita til mín út af einhverju nýju efni sem það þarf. Það vill vera hjá mér vegna þess að ég dreg að annað svipað fólk og saman búum við til svo mikla synergíu. Og þetta það sem svo mikilvægt og ég hef mikið predikað þetta sko, maður þarf að búa sér til gott tengslanet, maður þarf að umgangast aðra aðila sem að gera svipaða hluti út af því að maður læri langt mest af því og maður fær í rauninni mesta stuðningin og mesta orkuna frá því þegar maður í þannig umhverfi. Þannig við verðum að sækjast eftir því. En það eitt sem að mér líka í rauninni mjög áhugavert að lýsa þessu öllu út af því að ég sé það með svo mikið fólki sem ég vinn með að fólk með svona ákveðna hugmynd hvernig það eigi að reka fyrirtæki. Það með þessa hugmynd það, já, ok, ef ég ætla að vera að reka fyrirtæki, þá þarf ég að ráða starfsfólk og þá þarf ég að kaupa auglýsingar í blöðunum og eitthvað svona gamaldags hugmyndir hvað fyrirtæki er. Og þegar maður komin aðeins lengra í ferlinu og sérstaklega maður fyrir að kynna sér því sem maður gerast erlendis, eins og það sem þú ert að gera, að þá áttar maður sig á því að þetta bara á ekkert lengur við. Þetta hugafar bara orðið algjörlega úrelt og það alveg hægt að byggja upp stórt eða fyrirtæki sem skila miklum tekjum þótt svo að séu ekki margir starfsmenn, ég upplóta séu engin starfsmenn, ég upplóta svo eini starfsmaður. Og þetta finnst mér svo merkilegt út af því að þetta, fólk ekkert sagt frá þessu. Það bara eins og að fólk bara vita ekkert af þessu. Og svo allt í einu þegar taka viðtöl eins og þessi. Nákvæmlega, sko.
og það svo gaman þegar að fólk fattar þetta og bara áttar sig á, ég þarf ekki að gera þetta með gamla módelinu, ég get búið til fyrirtæki alveg eins og ég vil gera, ég get verið ég get tekið það með eitthvað svona ráðgjöf, hjálpað fólki, ég get verið með mastermind eða ég get verið með einhver online kursa eða annað slíkt. Það er svo margir möguleikar þar sem maður getur í rauninni bara algjörlega móta fyrirtækið með. Auðvitað getur maður verið með starfsfólk og það er allt bara gott og blessa með það. En ég er bara að segja að það er svo margar mismunandi leiðir. Algjörlega og ég var mjög lengi með bara einn aðstoðarmann og aðstoðarkonu og alveg upp að 100 milljón króna markinu var ég bara með einn aðstoðarmann. Já. Núna hef ég bætt algjörlega í við vegna þess að ég náttúrulega vil stækka fyrirtækið ennþá meira, hafa meiri áhrif, hjálpa fleira fólki. Síðasta ári vorum við með 260-70 milljónir í tekjur og ég er með svona 10 manns í hlutastörfum. Það er eiginlega enginn í fullu starfi, það er bara ég og maðurinn minn hann missti vinnuna fyrir 4 árum. Já. Og ég sagði að hann þyrfti ekkert að finna sér aðra vinnu, ég ætlaði bara að sjá þetta og þannig að hann er kannski ekki alveg í fullu starfi, hann spilar svolítið mikið golf. Já, en ég hef ráðið fólki mjög sérstök störf. Ég er til dæmis með eitthvað sem heitir content writer og svo er ég með copywriter. Okay. Þetta er eitthvað sem maður þarf ekki að hafa áhyggjur af í upphafi, en þetta fyrir að skipta máli innan fyrirtækja minni stærðargráðu. Ég er með mannesku sem getur skrifað upp öll hlaðvörpin mín. Já. Og til að byrja með, þá réði ég konu í Philadelphia sem tók $30 fyrir að skrifa upp 30 mínútna hlaðvarp. Og þá skrifar hún bara svona sem kallast show notes. Leiðin sem ég vali núna er dýrari fyrir mig, en þú ferð að pæla meira í svona search engine optimization og þú veist, vil ég skrifa alveg heilan blogpost. Þannig að ég er búin að ráða konu sem hún fyndi, vegna þess að ég ræði ekki fólk í Sviss er alltaf hátt launað, en hún er svissnesk. Okay. En hún bjó á Róm, Ítalíu því ég réð hana, þannig en núna er hún flutt til Sviss og ég fer að hafa ágjörð því hvort að launin fara að hækka. Já, en þú verður að passa á það að ráða gott fólk, en líka passa upp á að ræða, þú veist, þú getur ráðið fólk í svona mjög afmarkað, sem þú borgar sko per einingu, ekki á tíman heldur fyrir bloggpost, fyrir hlaðvarp, fyrir vídeo, og svo er hægt að ráða fólk, sérstaklega út á ensku, þá auðveldar það nú margt. Já. Þú getur ráðið fólk í Filippseyjum fyrir $30 á tíman. Í Bandaríkjunum erum við frekar að horfa á $25. En svona þannig ég er með fólk út allan heim. Ég hef prófað að vinna með fólk í Filippseyjum, það er aðalega tímavandamál að vinna með það. Þannig að ég hef valið, það er fólk á Ítalíu, eins og ég segi, ég er með flesta í Bretlandi. Það virkar vel. Það sem ég finnst svo magnað við þetta er það að þegar maður er starfandi á Íslandi, út af því að Íslendingar gera sér ekki grein fyrir hversu lítill markaður Íslandi er. Það er ekki fyrir að maður byrjar að stunda viðskipti alþjóðlega að maður átt að sjá Íslandi er bara pínu lítill markaður. En það finna ég að það eru ákveðnir starfstitlar sem er eiginlega varla til á Íslandi, eins og copywriter sem er fyrirbæri sem er mjög mikil virði fyrir fyrirtæki, en það bara hefur aldrei þetta er lítil markaður til einhver sérhæfis í því að vera copywriter, þannig að það er svona vandamál með slíka hluti. Þannig að þegar maður er að gera alltaf íslensku, þá er oft erfitt að finna aðalega sem geta hoppað inn í. Aftur á móti leiðum maður er komin í enskuna, þá getur maður bara að ráða fólk út allan heim, sem er alveg magnað. Og ég var til dæmis, ég setti nú bara færslu þarna inn á íslenski frumkvöðlagrúppuna daginn, þar sem ég var að spyrja hvort það væri til svona virtual assistants á Íslandi, út af því að það var eitthvað sem ég var vanur að nota þegar ég bjó í Kanada. Þá var ég bara með mannesku sem var bara að segja að bóka flug fyrir mig og bóka hótel fyrir mig og gera hitt og þetta svona til að auðvelda mér lífið, út af því að það var það mikið álag á mér og minn tími var í rauninni ákveðið mikils virði og það var ódýrara fyrir mig að borga henni tímakaup og þetta ávíðum svo marga hluti. En ég er forvitin, hvar hefur þú verið að finna þetta fólk? Ertu með einhverja vefsíðu eða er þetta bara gegnum tengsl eða hvernig ertu að finna þessi réttu aðal til að vinna með? Besta leiðin er náttúrulega að einhver þekki einhver. Sérstaklega ef þú ert að leita að fólki í hlutastarf.
Ef þú vilt fara finna, ef þú þekkir ekki neitt og fólk kannski upptekið, þá eru náttúrulega síður eins og Upwork eru góðar og People Per Hour og svo onlinejobs.ph fyrir Filippseyjar og síðan ef þú ætlar að fara að ráða fólk í fullt starf, ég verð nú að leiðrétta mig, ég actually með eina manneskju í fullu starfi, það executive assistant og það manneskja sem ég réð fyrir ári síðan og ég hafði ekki einu sinni haft slíka manneskju sem forstjóri og framkvæmdastjóri en hún bara að sjá mig. Já. Það svolítið ný upplifun því eiginmaður minn hafði alltaf séð að bóka flug fyrir mig og allt svoleiðis, þannig að ég hef aldrei þurft að gera það. En nú ég með manneskju sem bara passar upp á minn tíma og allir þurfa að fara í gegnum hana eða ætla að tala við mig, meira segja innan hús. Ef einhver að teiminu mínu ætlar að tala við mig, þá það ekki í gegnum mig, heldur í gegnum hana. Þetta svona gatekeeper eins og þau kalla. Því að þú uppgötar það að bara dagatali fyllist bara. Það bara allt í einu, bara allir tími búin. Ég vinn oft til 8 á kvöldin, og sérstaklega því ég náttúrulega með líka viðskiptavinni í Bandaríkjunum. Þannig að það þarf að passa minn tíma og mína orku og ég bara ráða manneski í það. Ég fann hana gegnum Indeed. Indeed? Já, Indeed alveg frábært. Okay. Þú getur haft fullan prófíl og ég ætla að gefa þér svolítið tricks. Já, Indeed virkar þannig að þú loggar þig inn sem fyrirtæki og segir hvernig manneskju þú ert að leita að og það sendt e-mail. Þess að fólk á Indeed getur bara smellt á hnapp þegar það sér auglýsinguna þína og það fer á e-mailið þitt og fólk bara segir, ég hef áhuga á þessu starfi eða eitthvað, þú veist, þetta svona sjálfvirkt. Og ég sagði mér, þetta gengur ekki, því ég var að fá hundruður umsókna starf. Þannig ég bjó til e-mail, jobs@sigrun.com og eina sem þetta e-mail gerir, enginn les það hjá mér, það sendir svar tilbaka. Ef þú hefur áhuga á þessu starfi sem við erum að auglýsa á Indeed núna, við þurfum ekki einu svona að segja hvaða starf það fyllt út umsóknuna hér, þannig að þá Typeform eða SurveyMonkey eða eitthvað og þá þarf að fylla út umsókn og svo þegar þú ert að fylla út umsóknuna það stendur taktu upp 2 mínútna myndband og settu hlekkin hér og sumir skrifið okkur tilbaka hvernig vil ég gera það? Og maður, þú fær ekki þetta starf. Þannig að þú veist, fólk notaði Dropbox og einhvern iCloud link og alls konar, fólk fann út úr þessu og það það sem ég að prófa og þetta bara spara okkur svo við fengum 300 umsóknir kannski, svo voru bara 30 sem fylltu út umsókna og kannski bara 7 sem gerði vídeo. Já. Og ég bara, ok, ég þarf bara að tala um 7, það frábært. Já, mér finnst þetta alveg frábært dæmi líka bara sjálfvirkni, að það sem skiptir svo miklu máli þegar maður í rekstri að gera þá hluti sem að geta verið sjálfvirkir, en sjálfvirka eins og hægt sko. Eins og með þetta, bara að senda þeim sjálfkrafa bara tölupúst tilbaka. Svona litlu hluti spara mann alveg óhemju mikið af tíma sko. Já, ég hef svolítið fyndið, ég hef verið í viðtal, ég fer oft í viðtal á svona hlaðvörp og ég verið 2 sinnum á svona productivity hlaðvarpi, þú veist, það sem að fólk að kenna fólki að vinna betur og spara tíma. Það var minnsti tímasparnaður fyrir mig því að það var alltaf sendt e-mail, getur þú sendt okkur mynd af þér, getur þú sendt okkur ferilskrá. Þegar fólk bókar á mitt hlaðvarp, þá ég með allt í einu formi. Það spurt ferilskráin og hvað hún löng, hlekkur á vefsíðuna, hlaða upp mynd af þér, það allt í einu. Já. Og við þurfum ekki að tala við manneskjuna fyrir en að ég tek upp viðtalið. Og mér finnst bara, þetta svo auðvelt í dag. Já, algjörlega sko. Að gera þetta maður fattar þetta ekki alltaf sko. Bara tímasóun. Já. En hvernig það? Ok, nú förum aðeins yfir þessa söguðina. Þú byrjar þarna bara að hjálpa fólki. Þú svo setur hnapp á síðuna þína og byrjar að selja í rauninni ráðgjöf. Síðan vext það út í það að vera meira svona að vinna með hópa og annað slíkt. Hvernig staðan á þér í dag? Í hvað fer tímiðin í dag og svona hvernig svona, já, típiska vika hjá þér í dag? Það engin vika eins sem nú svolítið bæði skemmtilegt, já, sem eiginlega það sem ég vildi.
nú erum við ekki á sérstaklega eðlilegum tímum, þannig að ég að vinna meira núna heldur en áður því að við ákvaðum að búa til nokkur ný námskeið. Venjulega ég bara eins og ég segi með þessi 4 þrep, ég með svona grunnnámskeið sem 1 ár, hvernig þú býr til þekkingafyrirtæki á netinu, það svona heilt ár. Það voru allir að bjóða upp 6 og 8 vikna námskeið, ég segi, þú lærir ekki, þú kemst ekki nógu langt, þannig að ég vil hjálpa fólki yfir lengri tíma, þannig að ég var með öll mín námskeið voru heilt ár. Þú veist, ég var með þetta grunnnámskeið sem $3.000 og þó nokkur Íslendingar í því, og svo ég með hópnámskeið sem á næsta þrepi til að koma fólki í svona $100,000 til $200,000 tekjur á ári, og þar erum við með 6 ráðgjafa. Það var svona svolítið líka stökk fyrir mig. Í upphæð var ég eini ráðgjafinn. Og fyrir svona 1,5 ári síðan fór ég að ráða fólki að vera ráðgjafi fyrir mig. Það var svolítið erfitt að ég fór alltaf að segja, býtu, fólk ekki að kaupa af mér af því það vil fá mína ráðgjöf? En það ekki þannig, sko, því ég ekki endilega best í öllu, eins og til dæmis þú varst að segja með copywriter. Ég meina, ég góð í að skrifa e-mail, ég geri það í langan tíma og geri að mörguleiti en ég núna með copywriting coach, ég með Facebook ad coach, ég með mindset coach, ég með fólk sem alveg sérhæft og í svo hópnámskeið fólk þá fá bara miklu betur þjónustu í staðinn fyrir að heyra bara frá mér. Svo ég með 2 mastermind hópa og alveg upp í fólk sem með 100 milljónir tekjur. Og það sem ég hef verið að gera núna við COVID að búa til styttri námskeið. Því að mér fannst það var svona, fólk kannski búið að vera að kenna yoga eða qigong eða bara svona, hvað maður að segja, gamaldags ráðgjöf, hittir fólk á kaffihúsi eða í einhverju fundarherbyggi og þetta fólk bara var allt í einu stopp og ég sagði, heyrðu, ég get hjálpað þeim á 10 vikum að búa til online hluta í fyrirtækinu, þannig að það var það sem ég fór í að gera og þannig að við höfum verið svolítið upptekin í það og svo hugsaði ég, já, heyrðu, ég hélt að ég myndi hafa minna að gera, þannig ég ákvað líka að skipta öll kerfi í fyrirtækinu, þannig ég að færa mig frá einu e-mail-kerfi inn í annað, ég að færa membership eða það sem ég með alla kúrsuna mína yfir í annað kerfi, þannig að það rosalega mikið í gangi, en mér finnst þetta bara líka meira á þetta tímabil, það gaman að vera svolítið upptekinn, þegar í staðinn fyrir að hafa kvíða og hafa áhyggjur af því hvað í gangi í heiminum, þá hef ég ákveðið að vera bara meira upptekinn og gera meira og gera breytingar svona í bakgrunnum, þannig að dagurinn hjá mér, ég byrja klukkan 10, ég nefnilega næturugla, ég ekki morgunhani, ég fer nú stundum að sofa klukkan 11 en ég bara, mér finnst gaman að byrja klukkan 10 og ég stundum þarf að vinna klukkan til svona 2 sinnum í viku til klukkan 8, annars reyni ég að hætta klukkan 6 eða 7. En já, fólk heldur að þessu voru langur dagur en ég meina ég tek mig klukkutíma í mat, ég tek mig klukkutíma í göngutúr, ég fer í göngutúr á hverjum einasta degi, sérstaklega mikilvægt eins og dagurinn núna og ég ekkert að ferðast eins og ég hef ferðast rosalega mikið, á síðasta ári ferðaðist ég 200 daga held ég og þannig að þetta svolítið nýtt fyrir mér að vera heima svona mikið og mér finnst ég náttúrulega að koma rosalega miklu í verk. Já, en ég ekki eins mikið í að veita ráðgjöfuna sem slíkt sjálfa. Maður verður nefnilega að passa sig þegar maður ég að fara svona úr því að verða ráðgjafinn í fyrirtækinu og vera nú fyrirtæki eigandi. Ég meina, ég að reka fyrirtæki sem að velta 300 milljónum. Það þarf að reka það. Það þarf að ráða fólk, það þarf að sjá fólkið og ég þarf að passa mig að minn tími sé minn og minna í ráðgjöf þótt að ég sé inn í öllum hópunum, þannig að fólk hefur aðgang að mér en ég hef alltaf annað fólk. Ég hef ráðið líka fyrrverandi nemendur til þess að aðstoða í öllum hópum, þannig að fólk fær alltaf hjálp allan sólarhringinn en ég þarf að taka mig svolítið út í ráðgjafarhlutverkinu. En það sem á endanum maður þarf að gera ef maður byggir upp svona fyrirtæki eins og mitt, ég þarf að ráða aðra manneskju til að reka fyrirtæki. Ég get ekki verið framkvæmdastjórinn. Já, það svolítið sérstakt þegar
þegar þú ert andlit fyrirtækis og þú þarft að hafa tíma til að veita viðtöl eins og við erum að gera núna, þú þarft að hafa tíma til að búa til efni. Ég er með live YouTube og ég er með Facebook Live og ég er með hlaðvarp og ég er búið til efni á hverjum einasta degi til þess að, fleiri fólk viti af því að ég geti hjálpað þeim að byggja upp þekkingarfyrirtæki á netinu. En þá, það sem ég mun þurfa að gera næst, og þetta svolítið erfitt skref, þetta svona egoið, ég stofnaði þetta, þetta, er að ráða framkvæmdastjóra. Er að ráða framkvæmdastjóra til að reka fyrirtæki, því að ég get ekki verið upptekinn því að reka ráða, skrifa samninga, svoleiðis hluti, þegar ég verða að hætta því. Þannig að þetta er spennandi tími framöndan. En ég forvitin, nú er þetta nú þannlega ekki búið að langu tími, þetta er búin að vera nokkur ár sem þú byrjaði þetta. En hefðirðu getað gert þetta eitthvað hraðar, hefðirðu strax getað farið yfir eitthvað mastermind og þurftirðu ekki að taka þetta bara skref fyrir skref og vinna þið upp á þann stað sem þú ert núna? Mér finnst ég alltaf geta farið hraðar. Já. En það er nú kannski svona bara eins og ég ég vill vinna frekar hratt. Ég held að ég hafi svona fyrsta árið verið að gera svolítið vitleysu. Ég var ekki á neinu námskeiði sjálf og þess vegna fór ég líka að búa til námskeið til að akkurat þjónusta þennan hópa fólki sem þannig að ég svona misti svolítið, ég misti svolítið þar svona áttir. Ég var svona of lengi að búa til pakka og vita hvað ég ætti að selja. En að öðru leyti eftir það ekki, nei, ég hef tekið þetta nokkur hratt, en ég vil alltaf tvöfalda tekjurnar á hverju ári og ef það tekst ekki þá er ég hvað hef ég getað gert betur? En þetta er bara ég er bara í keppni við sjálfa mig, ég er ekki í keppni við neinn annan. Ég vil komast upp í 1000 milljónir á 10 árum, þannig að nú eru 3,5 ár til stefnu, þannig að Þetta er gaman. Maður verður að hafa sér góð markmið til að vinna. Það gerir þetta skemmtilegt, En það er skemmtilegt líka eins og þú lýstir þessu, ef að þú hefðir, þegar þú byrjaðir, haft þjónustunum sem þú ert að bjóða upp á, þá þú hugsaðlega getur komist hraðar af stað. Já. Það er alveg. Maður býr nefnilega oft til eitthvað sem maður hefði vilja hafa sjálfur. Ég meina, bestu fyrirtæki í heiminum gera það oft. Það er eitthvað vandamál þú ert með og það leysir kannski ekki beint vandamáli fyrir sjálfan þig lengur. En þú leysir það fyrir aðra. En sumir líka búa bara til lausnir fyrir sjálfan sig. Ég meina mörg verkefnastýringartól hafa verið búin af fyrirtækjum sem þurfti að búa það til fyrir sjálfan sig, fóru svo bara að selja það. Já. En já, ég bjóði til landskeið fyrir fyrri útgóna af sjálfur mér. Já, ég kenni oft fólki að finna viðskiptahugmynd, eða svona réttu viðskiptahugmyndina til að vinna með, og eina leiðana sem ég kenni er blótsyrðaleiðin. Og hún er þannig að leið og þú heyrir sjálfa að tala, blóta upp átt, að þið finnst eitthvað það slæmt eða pirrandi eða eitthvað, og bara blótir og svona, notur alls konar slæm orð, þá getur þar verið tækifæri til þess að finna einhverja lausn sem að þú veist væri auðveldar eða betri, og mér finnst þetta mjög fyndin leið. Ég hef stofnað fyrirtæki út frá þessari leið, sko, þannig mér finnst þetta mjög skondin leið til að gera þetta. Mjög góð leið, já, ef þú ert óánægð með eitthvað, eins og ég segi, ég vildi ég hefði haft þessa hjálp, en það er líka, það er að skilja að þú þarft hjálp. Þú hefur örugglega hitt á það að það er fullt af fólki sem heldur bara að kunna þetta. Já, og ég hef verið það sjálfur. Ég hef stundum haldið, ég geti gert allt sjálfur, en það sem kemur með reynslun er það að maður átt að sjá að maður þarf alltaf á stuðningi að halda, maður þarf að leita til annar. Þannig að þegar ég áttaði mig á því, þess að segja, ég held að þetta einu mistökin, ef þú mátt kalla það mistök, var ekki að fá hjálp á fyrsta árinu, en síðan þá hef ég alltaf verið í einhvers konar hópum og ég borga fyrir það. Og ég borga miklar upphæðir. Á síðasta ári var ég í 2 hópum og það kostaði mig $100,000. Já. Þú veist, ég er virkilega tilbúin að fjárfesta í að vera með rétta fólkin í hóp. Já. Og auðvitað byrjar með lægri upphæðir þegar þú ert að byrja, en ég líka hélt, heyrðu, ég er búin að vera framkvæmdastjóri 10 ár, ég er með MBA nám, ég þarf ekki neina hjálp. Nei. En þetta er bara allt annar leikur, þetta er allt annar handleikur. Og þetta sem maður átti sem alla þá sem er að ná raunverulegum árangri, að þeir eru að eyða miklum tíma og peningi í það að reyna betur bæta sjálfa sig og verða betri í því sem þeir eru að gera. En svona að lokum, svona fyrir þá þarna úti sem að langa kannski til þess að fara út í einhvers konar online business eða svona þekkingarfyrirtæki á netinu,
hvar myndirðu ráðleggja að byrja og svona, þú veist, hvað ættu þeir að skoða og hvað ættu þeir að leita sér hjálpar og svona og Ég held að fyrsta leiðin sé náttúrulega bara að hlusta, opna augun fyrir þessum heimi, hvaða möguleika þú hefur. Þannig að, þú veist, ég vissi ekki fyrir 6 árum öll þessi hlaðvörp og það voru nú kannski eitthvað fleiri hlaðvörp til heldur en eru núna, en það góð byrjun að byrja með eitthvað hlaðvarp og sjá hvort þið líkar við manneskjuna, því að á endanum verður að ákveða að fjárfesta í einhvers konar hjálp. Og ég myndi byrja á því að fylgjast með einhverjum og svona koll af kolli finna út. Það eru allir að bjóða eitthvað frítt. Ég meina, ég oft til dæmis með eins og ég kalla bootcamp eða workshop eða eitthvað þar sem að fólk til dæmis getur kynnst minni þjónustu fyrir til að lágan pening. Ég meina, ég var núna bara í gær með workshop sem var $197. Fyrir 2 vikum var ég með svona weekend bootcamp á $97. Og þá fólk kemst svolítið langt áfram. Ég meina, hugsaðu bara hvaða þjónustu myndirðu vera að bjóða upp á. Ég meina, hvað kanntu vel? Ég var alltaf fyrir 6 árum að segja, já, hver ástríðan þín? Núna segi það svolítið minna. Ég segi, hvað vill fólk? Hvaða tækifæri sérðu? Í þessum weekend bootcamp sem ég var að hjálpa fólki að búa til nýja þjónustu. Og við vorum með 500 manns og ég bað alla að koma með hugmynd. Hvað væri þú tilbúin að borga fyrir núna? Akkurat núna. Og það bara komu 500 hugmyndir hvað fólk tilbúið að borga fyrir núna. Þegar, þú veist, þótt að fjárhagurinn sé kannski ekki mikið og allt sé ekki á blúsandi ferð, fólk tilbúið að borga fyrir þjónustu. Hugmyndir eins og einhver þarf að kenna mér að sjá garðamenn sjálfur af því ég get ekki fengið garðyrkjumann. Ég vil læra að elda, ég vil læra að skrifa e-mail, ég vil læra að gera hitt og hitt. Og það margt af þessu, bara að læra eitthvað eða hafa einhvern gera eitthvað fyrir þig. Og mest af þessu var hægt að gera líka í fjarþjónustu. Þannig að allar þessar hugmyndir bara opna augun fyrir þessu möguleika. Það eru allir sem geta selt eitthvað og allir hafa einhverja þekkingu og ég held að fyrsta skrefið að átta sig á því að þú hefur eitthvað líka sem þú getur selt. Nákvæmlega. Herri, en ég bara, Sigrún, þakka þér alveg kærlega fyrir að spjalla aðeins við okkur og en fyrir svona þá sem er áhuga sama hvar geta þær fara til þess að afla sér frekar upplýsingar þig og það sem þú ert að bjóða upp á? Ég er með hlaðvarp, Sigrún Sjó og svo bara sigrun.com. Glæsilegt. Sigrún, bara takk kærlega fyrir þetta og bara gangiði vel með markmiðið þitt. Takk fyrir það.